ég veit það ekki, ég hef alltaf, viðhorfið mitt hefur alltaf verið þannig að það nóg pláss fyrir alla, skilur þess að ganga vel. Ég ekkert að spá í hvað aðrir eru að gera. Ég bara veit hvert ég að fara, ég veit hvert ég ætla að stefna og það bara verið svona main fókusin. María, Lena, velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir. Eigandi og stofnandi M-Fitness íþróttavörumerkis. Áður við förum í það hvað að gera í dag, hvað varst að gera áður og ákveður að stofna fyrirtæki? Sko, ég M-Fitness, nafni M-Fitness var til út frá einkaþjálfun sem ég var með. Þannig að þegar ég var cirka 18 ára þá byrjaði ég að þjálfa konur og sem fór alveg rosalega vel af stað strax frá byrjun og sem var til þess að ég fór í einkaþjálfarskólan og ég hef verið að þjálfa undir nafninu M-Fitness í rauninni bara eiginlega frá ég var 18 ára gömul og já, það var bara í rauninni 100% vinna mín svo hefur verið svona, já, taka eitthvað svona side gig líka, vinna, taka það þjálfunina on the side og svona, en já, ég hef verið að þjálfa meira og minna. Þannig að þú byrjar rauninni sem einkaþjálfari, já. En hvað var svona til þess að þú fær hugmynd að því að byrja á hanna og búa til og selja þín eigin föt? Sko, mamma mín stofnaði fyrirtæki í bílskúrnum hjá okkur heima á Eilstöðum þar sem ég ólst upp þegar ég var svona 10 ára gömul. Þannig að ég var mjög ung farin að verða svona búðakona í rauninni. Þannig að ég hafði alltaf rosalega mikinn áhuga á bara rekstri í rauninni. Það eru langflestir í báðum ættlegjum í eitthvað svona rekstri eða hafa stofnað fyrirtæki eitthvað þess að þar. Og síðan var ég bara frá því ég var bara ung, ótrúlega mikið íþróttum. Þannig að áhuginn á íþróttum har alltaf verið til staðar og það hefur verið svona, bara mitt svona passion í rauninni, bara frá því mann eftir mér. En síðan blandaði svona áhuginn á íþróttum við í rauninni bara rekstur. Já. Því ég byrjaði rosalega ung, að hjálpa mömmu og í bílskúrnum og síðan í verslunum sem hún síðan opnaði í miðbæ Eilstaða. Þannig að, já, ég var í rauninni, þurfti ung að byrja að axla ábyrgð því var að hjálpa henni, bara snemma í rauninni. Þú lærir þetta svolítið þar. En þegar þú ert einkaþjálfari, var stefnan þá alltaf fyrst bara að vera einkaþjálfari sem að leiddi svo út í það sem þú ert að gera í dag eða var alltaf stefnan að vera sjálf með þinn eigin rekstur? Sko, ég hef alltaf sagt við foreldra mína að ég hef alltaf ætlað að stofna fyrirtæki en ég vissi aldrei strax í rauninni hvernig fyrirtæki mér langaði að stofna. Til dæmis 2014, 15, 16 þá bjó ég á Akureyri og þá fekk ég fyrstu hugdettina að opna bara tískuveituverslun eins og mamma með á Eilstöðum nema á Glerártorgi. En síðan floppaði það, þannig að það var ekkert úr því. Það hefur alltaf verið svona í mér að ég ætlaði mér alltaf að stofna fyrirtæki en tók mér svona smá tíma að finna út í rauninni hvernig fyrirtæki mér langaði að opna. Já, hvernig tískuveituverslun var þetta sem þú varst með á Akureyri? Nei, mér langaði að opna tískuveituverslun. Þið langaði? Já. Og í rauninni bara eins verslun og mamma með á Eilstöðum og ég í rauninni hafði rosalega mikla þekkingu á. Já. En hvernig verslun mamma með á Eilstöðum? Mamma með, hún var með, ég keypti verslunina núna fyrir þessu ári. Verslun heitir River og þetta aðalega tískuveituverslun fyrir konur en þetta líka svona, í rauninni bara tískuveituverslun fyrir konur og síðan íþróttafataverslun, hún með helstu íþróttamerki. Þannig að þetta svona, svolítið sveit á en. Já. Ok, þannig að þetta svona, þannig að kveiknar sem sagt áhuginn og manstu hvað það var svona gömul þegar þú byrjar að hafa svona mikinn áhuga á rekstri? Nei, sko, mér fannst þetta alltaf rosalega gaman. Þegar mamma þurfti að fara erlendis í vinnuferðir og svona, þá sá ég reksturinn. Þannig að ég þurfti að læra rosalega ung, hvað væri að vera í rekstri, hvernig var hlutunum háttað, ég þurfti að læra að selja. Þannig að, en hugur minn var samt líka alltaf, íþróttirnar, það var bara mitt passion. Alltaf verið í fimleikum, var í fótbolta alveg upp í meistaraflokk, keppti frjálsum bara því hljóp svo hratt, og síðan þegar ég byrjaði að detta út úr íþróttunum svo í kringum 18 ára aldurs, þá fór ég að keppa í fitness, þannig að, já. Já, þannig að í rauninni í dag ert að ná að blanda þessu svona rosalega vel saman með að vera með þín ein íþróttaföt. Já,
og þegar ég stofna M-Fitness fatalínuna þá var ég að þjálfa og M-Fitness stóð fyrir M-Maria Fitness þjálfun eða hreisti. Þannig var nafni til og ég var að vinna við það, en svo var ég líka að vinna hjá mömmu í búðina á Egilsstöðum. Já, varstu að gera bæði? Já, ég var að gera bæði og var að juggla þessu bæði. Ég var einstæð með eins og son minn. Já, þú veist, maður þurfti bara að finna einhverja leið og já. Já, einmitt. Þannig að svona til að byrja með þá varstu full að þjálfa og varst svona með þetta svona sem auka verkefni. Já, í rauninni, sko. Og varstu þá að selja bara mest á netinu eða hvernig varstu að? Sko, þegar ég fekk fyrstu vörurnarsölu, þá voru það 2 leggingsbuxur á konur og 1 íþróttatoppur. Og ég var með svo lítið fjármagn, átt engan peninga á þessum tíma, ég var bara ein íkomin úr fæðingarorlofi. Þannig að eina buxurnar komi bara frá extra small upp í medium, því ég átti ekki pening til þess að fara í large, extra large, skilur, herra upp. Þannig já, þannig byrjaði þetta og ég var að selja þetta gegnum Facebook likes síðu. Þannig að, þú veist, ég setti bara myndir af vörunum inn á Facebook likes síðu og fólk þurfti að senda mér message frá Facebook, hæ, mér langar að panta þessa buxur í small. Þá þurfti ég að segja, hæ, góðan daginn, þú þarft að millifæra og fylgjast með hvort að manneskinn hafi millifært og svo senda mér póstinn. Þannig að ég var að gera, þú veist, hver einasta sala var ógeðslega mikið vesen. Svo þurfti ég að handfæra inn í póstinn, prenta út, þú veist. Það var engin netverslun komin að þessum tíma. Nei, þetta er aðeins þægilegri í dag. Þetta er mjög þægilegri í dag. En svona byrjaði þetta bara, þú veist, og það sem ég teila að hjálpa mig svolítið í þessu var, þú veist, ég var með 70 konur í þjálfun á þessum tíma. Ég var ógeðslega vinsæll þjálfari. Það var ógeðslega mikið að gera og ótrúlega margar konur á biðlista að komast af. Þú veist, og svo þegar ég launsast þessum fyrstu vörum, þá urðu þær náttúrulega ótrúlega áhugasamar. Og mennirnir þeirra hafa samband fyrir jólagjafir og þú veist, alls konar. Þannig að fyrstu pantanir seldust mest megnist til minna kuna. Já, þannig byrjaði þetta. Og við vorum, þú veist, ég var með rosalega góða vöru strax frá byrjun. Já. Þú veist, og það er bara þannig word of mouth, þú veist, ef ykkur ánæði með eitthvað, þá lætur hann vin sinn vita. Einmitt. Og þannig í rauninu bara varð vöxtur M-Fitness í rauninni, sko. Já. Þú veist, ég var ekki að setja neitt í markasetningu eða neitt, þetta var bara svona, þú veist, þessi kona sagði vinkoninu frá og kolli. Og þannig í rauninu byrjaði þetta að vaxa, þú veist, ég var alltaf með þetta bara á Facebook, sko. En hvernig var svona ferli við það að hanna þessar fyrstu leggingsbuxur? Sko, það er náttúrulega bara eins og, þú veist, flesti vita í dag að aðgengja upplýsingum er orðið svo útrúlega bara auðvelt. Þú veist, þú getur lært, þú veist, ekki háskólamenntaðir, þú getur lært allt á netinu. Já. Þú veist, það er bara TikTok núna sem var reyndar ekki þá, en þú veist, það er YouTube og það er bara Google, það sem er bara, þú veist, það er svo komlega svo mikið upplýsingum og þannig lærði ég og allt sem ég hef gert, þú veist, hingað til í rekstri, fékk eitthvað frá mömmu minni, en það er svo, röð þróun í þessu að ég, þú veist, ég legg ógeðslega mikið upp úr því að vera að fylgjast með, þú veist, hvað er það nýjasta, þú veist, bara svona sjálfmennta mig í rauninni. Já, einmitt. Ertu ennþá, ef þú ert sem sagt, þú lætur framlega föti fyrir þig úti. Já. Ertu ennþá að nota sömu verksmiðja, sömu partnera og þú byrjar með? Já. Já, ok. Þannig, já. Og við erum bara með ótrúlega solid og mjög góða verksmiðjur sem bara framlega fyrir stærstu bröndi heimi. Þannig, já, þú veist, ég var bara ógeðslega heppin með það, þú veist, vitandi það kannski ekki alveg beint hvað ég var að fara úti, en að ég hafi, við erum með góða framleiðendur strax frá byrjun og það er bara það sem, M-Fitness hefur alltaf staðið fyrir, þú veist, við höfum verið með góða vöru, endin góða vöru á bara góðu verði. Já. Og þetta allt samspil hefur bara, þú veist, valdið því okkur hefur gengið vel. Einmitt, í rauninni svona hannað fyrir íþróttafólk af íþróttafólki. Í rauninni, sko, já. Og svo náttúrulega var ég með rosa góða þekkingu í líka, þú veist, tískuataverslun hjá mömmu. Þú veist, ég vissi alveg hvað konum var að leitast eftir, þetta eru. Þú veist, þær koma inn og eru að leita þessu, þær vilja hafa þetta svona. Þú veist, þetta selst betur en þetta og kolli. Þannig að, þú veist, ég var með rosalega mikla þekkingu í fatageiran líka, þú veist, inn í tískuna og þannig því að mamma var alltaf bara erlendis til London og Parísar og Danmerkur og kom síðan heim með fréttina til mín, þú veist, hvað er að koma nýtt, þú veist, og svona, þannig að maður fekk þetta svona beint í æð, þannig að þetta svona, já. Þannig að þú varst alveg vel up to date hana.
Já, í rauninni, ég var bara heppin, sko. Þegar mamma byrjaði bara með bílskúrnum og hún alltaf bara lagði ógeðslega hart að sér sjálf. Þannig að ég líka sá það. Þú veist að þegar ég var alls upp og voru ekki miklu peningar til. Þú veist, maður fekk alveg að heyra það. Mamma og pappi eru hvoru háskólamenntuð og en þau hafa náð ógeðslega góðum árangri í bæði. Þú veist, bara með að leggja hart að sér og þurfa að hafa fyrir sín. Hafa fyrir hlutunum, sko. Og maður náttúrulega, þegar maður barn og horfir á foreldra sinna að leggja á sig og sjá uppskeruna, þá vill maður leggja sjálfur á sig og sjá sína uppskeru. Já, góða fyrirmyndir. Já, algjörlega, sko. En hvernig svona, þú veist, í dag þú byrja með þess að 2 leggings og náttúrulega orðið töluvert meira úrval. Ég sá að var til dæmis, þú veist, þeir eru með æfingatæki og annað og þeir náttúrulega eru komið með fatna líka fyrir kallmenn. Hvað eru þið með margar vörur í dag til dæmis? Guð mig góður, ég veit það ekki. Ég ándjóks, ég veit það ekki. Við erum allavega með 250 fermetra verslun sem bara stóð fulla fötum og búnaði, sko. Þannig að við erum komin núna með bara stóra línu fyrir konur, við erum komin með kallaföt og við erum með barnaföt líka og svo erum við náttúrulega með búnaði líka, þú veist, eins og lóð og handla og svona sem selst alltaf mjög vel líka. Þannig að komum fyrsta skipti með skó á þessu ári fyrir sumarið og úlpur núna sem hafa alveg mókselst. Þannig að ég alltaf svona að prófa, þú veist, sjá, þú veist, já, eins og segi, þú veist, frá upphæfi hef ég ekkert vita hvað að gera, skilur. Nei, sjá bara hvað virkar. En mér langar bara að sjá, þú veist, ég fæ bara svona tilfinningu og leyfi hjartanu bara svolítið að ráða, þú veist, mér langar að prófa þetta, ætli þetta gangi, þú veist. Já, svona. Einmitt. Við erum með sundföt líka sem vorum ekki með frá byrjun. Þannig fáum alltaf nýja sundfata línu fyrir hvert einasta sumar. Já. Þannig að, já. Já, gífulega gott vörúrval. Já. Þú veist, það bara must, sko. Þú veist, konur og fólk bara svo mismunandi, fólk mishátt og misstórt og svona, þú veist, þú getur ekkert sett sömu manneskjur, alla manneskjur sömu buxur. Einmitt. En hvernig var þetta þannig að þú byrjar sem sagt á Egilsstöðum, hvenær flytur fyrirtæki frá Egilsstöðum og í Reykjavík? Sko, ég bjóð þannig á Egilsstöðum ég man ekki 2 ár eða eitthvað, ég flutti í rauninni heim bara því varð einstæð með strákinn minn þegar hann var 8 mánaða og markmiðið mitt var bara þá að vinna rosalega mikið og leggja fyrir svo ég gæti flutt til Reykjavíkur. Já. Og það eru bara, þú veist, þegar þú ert með rekstur eins og þennan, þá rosa mikilvægt að vera, þú veist, nær kunnunum þínum upp á það ég var síðan mér fór síðan að selja í búðir líka, þú veist, í heildsölu bara upp á viðskiptasambönd og annað þannig að ég held að hafa verið svona tæp 2 ár sem bjó á Egilsstöðum áður en ég flutti síðan í bæinn. Hvernig var þetta þegar þú varst á Egilsstöðum? Varstu þá með lagerinn það líka eða varstu með lagerinn í bænum? Það var náttúrulega rosalega lítill lager þegar ég bjó á Egilsstöðum þannig. Ég byrjaði var bara með þetta í svona IKEA plastkössum á gólfinu í stofunni heima mér og stráknum mínum byggum náttúrulega bara pínlítil íbúð. Og svo þegar það var heldur mikið að hafa þetta inn í stofu og inn í eldhúsi þá var svona lítil geymsla í blokkaríbúðinni sem ég fór með þetta niður í. Bara svona, þú veist, þessi hefðbundi bílageymsla, hún ekki stór svona út frá stæði. Nei, mitt. Og svo þegar það fylltist líka þá fór ég með lagerinn í bílskúrnum hjá foreldrum mínum. Já. Þannig að það var bara lagerinn þannig að ég bjó á Egilsstöðum og svo var bara að fara á milli og sótt toppþangað og buxurþangað og peysuþangað og pakka þessu. Já. Allt svona skiptmix. Einmitt. En það hefur væntanlega verið svolítið stórt skref fyrir að taka fyrirtæki frá Egilsstöðum og flytja í bæinn. Já, algjörlega, sko. En ég veit það ekki, ég hef alltaf verið svona, þú veist, svona, ég veit það ekki, svona áhættu fíkill eða svona, þú veist, þetta er svo, gaman að pröfa að sjá uppskeruna, þannig að það var aldrei eitthvað svona efi í mínum huga að þetta væri röng ákvörðun eða eitthvað þannig. Nei. Að flytja og bara leggja allt í þetta í rauninni, sko. Já, var þá markmið alltaf, það var alltaf að koma til Reykjavík? Já, alltaf. Já. Þannig að það var bara markmiðið í rauninni, sko. Já. Svo þegar það var komið þá var bara sett ný markmið, sko. Einmitt. Þetta er væntanlega aðeins breytt í dag reksturinn og aðeins öðruvísi. Já. Ertu með mikið starfsfólki? Við erum, má ég sjá, ég held við séum 9. Já. Já, eða 10 með hluta starfsfólki. Já, einmitt. Og staðista verslun hjá okkur væntanlega í
bænum, það ekki Stórhöfða? Jú, við erum með verslun á Stórhöfða 15 og búin að vera þar í 2 ár og lagerinn allir þar líka á skrifstofur og svona innan á, við erum líka með ljósmyndastúdíó, þetta bara allt undir sama þaki. Já. Hérna, jú, við erum með eitthvað 200 og heldur 230 eitthvað, en svo erum við með sambærilega verslun líka á Akureyri sem við opnum í september í fyrra. Já, ok. Við erum búin að vera rúmt ár þar. Hvernig hefur gengið með Akureyri? Það hefur gengið vel, sko. Já. Ógeðslega skemmtilegt og eiginlega bara svona skynda ákvörðun að opna hana, sko. Einmitt. En jú, það gengur mjög vel. Við erum með frábært starfsfólk sem alltaf skiptir bara öllu máli. Þú veist, þegar maður ekki á staðnum sjálfur. En þetta vill maður alltaf meira, skilur. Já, maður vill alltaf gera meira. Maður vill alltaf gera betur. Einmitt. En það bara hluta þessu. En hvernig hefur rekstur núna verið að vaksa síðustu 2-3 ár? Ég sá hann að 2022 þá einmitt flutta ykkur í Stórhöfða og keyptu þá húsnæði. Það hefur væntanlega verið svolítið stórt stökk á þeim tíma. Já, og líka bara þegar við opnum fyrstu búðina, á undanum fórum á Stórhöfðan, þá fórum við opnum bara eitthvað 30 fermetra verslun á Lambhafi 9, sem var raunin bara svona iðnaðarbil og 200 fermetra iðnaðarbil og það var rosalega áhætt að fara þangað, þú veist, úr bara eitthvað pínu litlu. Þess vegna ákveðum við að stúka af litla búð, þú veist, í þessu iðnaðarbili. Þá man ég hugsaði bara sitt, ok, þú veist, ef þetta gengur ekki þá voðum vís. Já. En svo gekk það mjög vel, þú veist, við vorum með búðin að opna alla virka daga frá hvað var það? 2-6. Og ótrúlegt bara, þetta er náttúrulega ekkert í leið, þetta er svona rétt hjá Bauhaus og þar. Og bara ótrúlegt hvað fólk gerði þessi ferð, þú veist, upp í þetta hverfi, þess að koma í búðina, þú veist, alveg magnað. En það gekk svo vel að það ákváðum við mitt að kaupa þarna Stórhöfða og flytja reksturinn örlítið nær svona meira miðsvæðis. Já, einmitt. Svo er mjög vinsælt að fólk komi í búðina og er að kaupa þar eða eru langflestir að kaupa bara í gegnum netversluna hjá okkur? Sko, það rokkar aðeins milli mánaða en vanalega er svona verslun 50-50 hjá okkur. Já. Þannig að það er alveg töluvert af fólki sem kemur bara í búðina. Já. Og mér finnst það ótrúlega gaman að fá fólk líka inn í búðina. Það var þetta, þó ég sé kannski ekki mikið þar sjálf, en þú veist að geta veitt persónulega góða þjónustu. Já, einmitt. En hvernig verið svona síðan þú byrjaðir í þessu að þá hafa náttúrulega fleiri aðalega verið að koma á markaðinn? Hvernig hefur samkeppnin hefur væntanlega verið alltaf að aukast meira og meira? Hvernig hefur það til dæmis haft áhrif á ykkur og ef orðið til þess að þið hafi ákveðið kannski að gera einhverja aðra leiðir eins og með markaðssetningu eða eitthvað svoleiðis? Sko, við í rauninni, ég veit það ekki, ég hef alltaf, viðhorfið mitt hefur alltaf verið þannig að þú veist, það er nóg pláss fyrir alla, skilur þess að ganga vel og það breytist ekkert, þú veist, sama hvort einhver kemur eða fer eða hvort eða skilur þá er það bara frábært, þú veist, ég vil að fólk gera það sem það vil gera, en ég einhvern veginn líka hef alltaf haft það markmið bara að, þú veist, einbeita mér að sjálfur mér, þú veist, ég er ekkert að spá í hvað aðrir eru að gera, þú veist, ég bara veit hvert ég er að fara, ég veit hvert ég ætla að stefna og það hefur bara verið svona main fókusinn, þú veist, jú, það hefur náttúrulega komið fullt af merkjum og farið fullt af merkjum líka í gegnum árin og við höfum alltaf verið okkar, þú veist, bara okkar vexti jafnt og þétt, þannig að ég svona, sé ekki að hafa bein áhrif endilega á okkur. Nei. En auðvitað öll samkeppni góð, þú veist, hvað rekstri það er, sko. Það ítið bara til að gera betur. Algjörlega, og bara við halda öllum á tánum, sko. Já, það er mjög mikilvægt. Já, algjörlega. En hvernig er svona, hvernig eru þið að auglýsa? Er það að auglýsa bara mjög mikið á samfélagsmiðlum eða er að nýta einhver önnur outlet? Sko, við höfum prófað fyrsta skiptið að vera í podcastum þessu ári. Annars hefur verið, við erum alltaf á Facebook og höfum aðeins verið svona pröfa skilti líka, við höfum pröfað ýmislegt, sko, en við erum ekkert að leggja eitthvað brjálagan kostnað í markaðssetningu ef ég á að segja alveg svo sko, þetta er, þú veist, velgengni okkar er í rauninni bara, þú veist, ánægir viðskiptavinir. Já, og við erum með viðskiptavinir sem eru rosalega lojal og þeir koma og versla M-fitness af því þeir langar að vera í M-fitness, finnst það góða vörur og koma aftur út af því, þú veist, og það er bara, hefur verið þannig fyrir upphafi og það er þannig ennþá, þú veist, við erum með gamla góða kuna. Já, bara vera með góða vöru. Já, þú veist, það er bara lykillinn, sko. Einmitt. En núna, það sem er svona, það sem við komum mikið tölvöld meira vöruúrval heldur en til dæmis þegar þú byrjaði fyrst með 2 leggingsbuxur. Hvað vöru sérðu að eru svona vinsalastar
það ennþá svipaða vörur og voru þá eða komið eitthvað nýtt? Sko, við erum náttúrulega rosalega sterk í leggingsbuxum fyrir konur. Þú veist, það bara svona, kannski það sem ég lagði líka bara svolítið upp með að við myndum, gera vel einbeitt okkur mikið að og við erum ennþá það í dag. Við erum með, þú veist, það sem við erum með kannski svolítið svona sérstöðu að við erum með buxur sem eru mismunandi háar, þú veist, í mittið, þú getur fengið rosalega háar, milli háar og frekar lágar og þú getur líka fengið nokkra sittir af buxum og þetta eru líka með í joggingbuxum til dæmis á kalla og kallabuxur. Það eru mjög mikið hávöxnum konum á Íslandi sem geta bara verið fitnessbuxum með aðra buxur og stuttar og sömuleiðis með kalla, þú veist, við erum að gera, þú veist, joggingbuxur og íþróttabuxur á körfuboltamenn sem yfir 2 metrar og sem þeir kannski vanalega erfitt með að finna á sig föt sem ekki, þú veist, stutt á sig. Þannig að við erum mjög sterk í buxum og höfum alltaf verið bara frá byrjun, sko. Þannig að það kannski svona okkar sérstæð myndi ég segja. Hvernig svona skiptingin á viðskiptahófnum hjá ykkur? Þetta meira konur en kallar? Já, þetta meira konur. Þú veist, okkar markhópur svona stærsti markhópurinn svona 35-45 ára konur. Já. Og það eru náttúrulega vesla á börnin sín og makana sína líka, þú veist, þá svo kallarnir komið sjaldnar inn en þá eru þá konunar yfirleitt að kaupa á kallarna sína, eða skilur við. Já, einmitt. Þannig að já, konunnar svona 35-45, það er svona okkar langstæsti markhópur. Já, einmitt. En þú talar áhættur áðan. Það verður kannski svolítið áhættusækin eða finnst skaman að taka áhættur. Hvað svona þú horfir tilbaka, hvað er svona staðsta áhættan sem myndi segja að þú hafi tekið í öllu þessu ferli? Ég veit ekki hvað stærsta áhættan, en þú veist, það var náttúrulega rosalega áhætta bara þegar ég opnaði, eða byrja að leigja fyrsta bílið, innabílið á Lamphafi rétt hjá Bauhaus, þar sem við opnum búðina. Mér fannst það svona svolítið stór biti og þá náttúrulega réði líka fyrsta starfsmann. Þú veist, þá var maður komið með, þú veist, ekki bara ábyrgð á sjálfum sér og reksturum, heldur líka ábyrgð á starfsmann. Þannig að mér fannst það svolítið svona erfitt skref og en svo auðvitað þegar þú kaupir stóra fasteign sem við, þú veist, við þurfum að rífa allt út, við gerum stórhauðan síðan en sem við erum núna fókaldan, við rífum allt út og þetta er náttúrulega fjárfesting, sko. Já. Það var náttúrulega líka áhætta. Einmitt. Henn sem skilaði sér, bara guðs fegin að við tókum svo ákvörðun að flytja, sko. Já. Í dag. Þannig og svo náttúrulega bara opna búðuna Akureyri, það var líka áhætta. Þú veist, að koma með dýrar dúnúlpur núna, ég veitur, var líka áhætta, það er rosalega mikið fjármagn sem liggur í þessu. Skotnir líka í sumar. Mjög mikið fjármagn sem fyrir þú ert að hanna og komið nýja vöru á markaðinn og þarft að panta bara fleiri hundruð eintaka. Já, þú ert alltaf að panta svona mikið. Já, þú veist, já. Og þannig að það liggur kannski svona, það áhættan að þú vilt ekki liggja með of mikið lagar. Nei, og vilt líka velta honum, vilt ekki liggja með hann of lengi, þú veist, vilt að veltur það eins og góður. Einmitt. En að sama skapi, þú veist, eins og best seldu vörurnar okkar, þú veist, við viljum hafa þær, eiga þær á lagar. Já. Þannig að þetta er svona erfitt en þú veist, já, við höfum náð að manage þessu nokkuð vel, finnst mér. Já. Þannig Hvernig eru þið svona manage að þessu, þú veist, ert þú sjálf bara að skoða þetta í hverju viku eða hverju mánuð eða? Svona mánaðarlega. Svona mánaðarlega. Já, þá tek ég bara svona, þú veist, skoða ég bara hvernig síðustu mánuður hafa verið. Já. Og svo ég bara með svona formúli, þú veist, hvað selst mikið í hverju stærð. Þú veist, að sambarilegir vöru til dæmis að koma nýja leggingsbuxur, þessar svipar þessar, ég áætla að selja þessar svona mikið, þú veist, í hverju stærð. Þú veist, þetta er bara, já, svo er þetta náttúrulega bara gambúl, skilur, þú veist ekki að þú veist að koma eitthvað nýja vöru, þú veist, sem er svipuð, kannski selst hún ekki, já. Þú veist, eða kannski eitthvað allt, þú veist, eins og skóna, þú veist, ég á ekki hugmynd hvort það myndi seljast, þú veist, ógeðslega mikið fjármagn, ég bara, shit, þú veist, þeir verða að seljast, annars bara ég í dúkum skít, sko, en svo bara seljast þeir ógeðslega vel og hafa seljast vel síðan þau komu, sömuleiðis með úlpurnar, þær voru að koma og þær voru uppseldar nokkrum stærðum, þannig að þú veist, maður er alltaf bara eitthvað, þú veist, já. Já, það er væntanlega svolítið dýrt að fara að selja úlpur. Það er það, sko, og við eru
dúnúlpur, þú veist, þannig að þetta dýrar flíkur, þú veist, þetta ekki, já. Já, þetta ekki eitthvað sem þú myndi vilja liggja með á lager? Nei, alls ekki, og ekki á mikið og já, eins og segi, það þurfti bara að seljast. Já, einmitt. Og svo betur fyrir bara gengur þetta mjög vel. Þannig en það er alltaf gaman, þú veist, að leggja á sig og taka eitthvað svona áhættur og sjá þær síðan. Já. Þú veist, að þetta sé í lagi og fólk sé ánægt með þetta og svona. Einmitt. Var það ekki þannig en að rétt fyrir COVID að þá voruð nýbúin að taka inn handlóð? Jú, við fengum sko risagám af fyrsta, þetta var ótrúlega magnað. Mér langaði alltaf að fara í svona búnað, selja svona æfingabúnað, þú veist, þá svona ketilbjöllur, handlóð, svona smærri búnað og ég var búin að leggja inn pöntun og ég var búin að bíða ógeðslega lengi eftir þessu. Og svo skall COVID á. Já. Og þá einmitt kom gámurinn, loksins. Og þú veist, það var ekki einu svona einn dagur liðan, það voru heldur nokkru klukkutímar. Þá voru búin að taka allt úr gámunum og tæma hann út úr húsi aftur. Þú veist, bara gámunum kom og seldist allt úr honum strax. Já. Þannig að því lítið workout sko, tæma svona lóðagá mörg tonn. Ég trúi því að tímasetningi hefur væntanlega verið gegn. Þetta var bara fáránlegt sko. Og já, og svo bara settum við strax í næstu pöntun og þetta hefur bara verið steady síðan. Margir, þú veist, tókuð inn lóð út af COVID, þú veist, það var allir að æfa heima, bara nei, þú veist, þetta var bara óvænt svona, þú veist, við ætlum alltaf að fara í þetta. Og fyrsta sendingin bara kom óvart þegar COVID skall á hana, við varum bara fyllt heppin sko. Já, einmitt. En það var væntanlega mjög dýrt og að leggja svona pöntum fulla af handlóðum. Já, og alltaf þú ert að gera eitthvað svona nýtt og kostnaður við að búa eitthvað til í fyrsta skipti er ógeðslega mikill. Já. Þú veist, þannig að, já. Ertu með eitthvað svona reglu eða eitthvað annað sem þú færð eftir núna sem að reynslan hefur bara sýnt þér? Þú ert að fara að taka í nýja vöru, má ekki kosta meira en X. Það er ekkert svo leys. Nei, en ef ég er að taka einhverja stóra ákvörðun eitthvað dýrt og mikið sem þarnast fjárfestingar eða eins og til dæmis ef við opnum búðuna Akureyri, þá reikna ég samt alveg upp. Þú veist, ok, ef allt fer til fjandans og allt fer í veskin, þú veist, hvað er ég að fara að tapa mikla á þessu? Þú stendur reksturinn undir þessu eða skilurðu. Þú veist, þannig að, þú veist, já. En ég er einhvern veginn þannig að ég, ef hjarta mitt segir og mér líður eins að þetta sé það sem ég er að gera, þá ger ég það. Já. Og það er ekkert endilega eitthvað brjálæðislega mikil hugsun á baku það. Nei. En ég er bara svona, mér líður eins og að gera þetta, ok, þetta er áhættan, þetta mun ég tapa ef allt fyrir skrúuna, ok, bara pröfum þetta. Bara keyra af stað. Og þannig er bara einhvern veginn svona, ég held að þetta sé líka svona partur á mér að mindseti sem ég fekk úr íþróttunum. Bara, þú veist, það er annarkvort allt eða ekkert, sko. Þú veist, bara keppnisskapið, þú veist. Já. Ég líti allavega á þetta bara, þú veist, sem rosalega mikla keppni sjálfa mig, þú veist, mér langar að bæta mig, mér langar að gera betur, þú veist, mér langar að gera meira, og þannig, já. Já, en hvernig er svo fyrir þig sem að, þú veist, reksturinn hefur náttúrulega þróast skífulega og náttúrulega í rauninni allt annar rekstur í dag heldur en var þegar þú byrjaðir. Hvernig hefur svona gengi hefur þá að halda í þetta keppniskap að vilja alltaf vera að koma með eitthvað nýtt og vilja koma með eitthvað betra og vera að gera betur? Sko, mann langar alltaf að gera, þú veist, 10 meira en maður er að gera. En svo vil maður líka passa, þú veist, að grunnur og það sem merkið hefur staðið fyrir þess að bara þú veist, frá byrjun, þú veist, maður sé alltaf með hvað maður segja, þú veist, grunninn góðan, þú veist, ástæðan fyrir okkur fólki kemur inn í búðun ekki kannski þess að sækja sig þessar buxur eða eitthvað, þá finnst mér að ég veit ekki, þetta er svona rosa hvað ég segja bara þunn lína að gera grunninn og allt það sem maður höfum verið að gera ótrúlega vel, en samt líka passa sig að hafa alltaf eitthvað nýtt, þú veist, og spennandi og þannig að fólk, þú veist, síni áhuga. Ef ég væri alltaf með sömu vöruna og aldrei að gerast neitt nýtt, veist, ég get alveg ímyndum að fólk gerði mjög leitt á því, sko. Einmitt. Þannig já, eins og segi, þetta getur verið erfitt, sko. Já, ég trúi því. Stundum velti ég fyrir mér hvort ég sé að koma of mikið nýtt, skilurðu, of mikið að gerast. En ég veit ekki, bara, eins og segi, ég fylgja bara hjartanu í þessu. Einmitt. Hvernig, sem sagt, í reksturinn sjálfur, hvar myndur þú segja svona styrkleikan í þínir liggi? Góð spurning. Vá, ég veistu það styrkleikar.
ég er mjög mikið áhuga á fjármálum. Já. Og það eiginlega kemur frá mömmu minni, þú veist, kem ekki úr miklum peningum og mamma kendi mjög unga, þú veist, hvernig að fara með peninga, þú veist, að leggja fyrir og passa vel upp á peningi sín og ekki vera að eyða meira heldur en þú átt að svona ég tel mig vera góða, þú veist, hérna í að managja fjármálunum og ég hef alltaf séð þau og séð þau í dag en ég veit það ekki svo ég held ég bara svolítið svona ég er rosa drífandi, þú veist ég held að ég er auðvelt með að þú veist, drífa fólk með mér áfram sem vinnur fyrir mig eða vinnur hjá mér. Já. Þannig ég held að það sé svolítið svona leiðtogin í mér og svona fjármálin, ég held að það sé svona tvennt. Já, það eru mjög góður styrkleikar í rekstri. Já. En hvaðan kemur þá svona drifkraftur? Sko, ég tel að mjög mikið, það sem á mjög mikil þátt í því hvernig manneskja í dag er íþróttirnar. Þú veist, þú lærir ótrúlega margt í íþróttum sem barn, sem þú lærir ekki neins staðar annars staðar. Þú veist, til dæmis eins og, þú veist, að verða leiðtogi, góður liðsfélagi, bara, þú veist, að ég veit ekki, bara hjálpast að, mæta stundvíslega, fattaru, bara virðinga hvart náunganum, þú veist, en svo náttúrulega líka það, þú veist, bara þrautsegjan. Þú veist, hvar lærir maður þrautsegja annars staðar í íþróttum, ég veit það ekki. Og þú veist, það er mjög mikið sem ég hef lært bara í lífinu sem ég tek bara út frá íþróttunum og þjálfurunum sem ég hef haft. Þú veist, ég hef haft fótboltaþjálfurinn minn til dæmis, yngri strákurinn hennar vinnu hjá mér í dag, bara svona part-time. Já. Hún er bara guðatölu hjá mér, ég held hún vita ekki, en það er bara út af því hún hafði svo mikið impact á mig sem barn. Það var svo margt sem, þú veist, fattaru. Já. Þannig að ég held að, þú veist, að ég hafi lært mjög mikið úr íþróttunum. Já, ég skil hvert þú ert að fara. Þetta er náttúrulega ekki rosalega frábröð eins og því að vera í íþróttum sem að teimið náttúrulega vinna saman að einhverjum ákveðnu markmiði. Og líka bara, þú veist, þrautsegjan að þó svo að móti blási, þú ert að spila eitthvað leik eða þú ert í 5 leikum að fara að taka eitthvað stökk, þú veist, þú svo þú mistakist eða hitliði skorið eitthvað, þú gefist ekki bara upp og bara þér fallist hendur. Þetta er bara nákvæmlega sama í rekstrinum. Þú veist, þetta er þú veist, og í þessu ástarsambandi, þú veist, hlutinir eru upp og niður, út og suður og það er bara partur af því, þú veist, og ég líti á reksturinn þannig, þú veist, þetta er bara, þú veist, sama hvað á gengur eða hvort það gangi vel eða illa eða eitthvað, það er bara áfram gakk og bretti bermar, þú veist, og það er líka þannig, var þannig íþróttunum, skilurðu, það er ekki til í minn orðabók að gefast upp og það hefur aldrei verið það, þannig að, það er mjög gott. Já. En hvernig hefur svona gengið það eins og með reksturinn? Að tvinna það saman við fjölskyldulífið? Sko, það var rosa erfitt, sérstaklega til þess að byrja með þetta, því að ég þegar ég flytti í bæinn með einstæð með son minn, þá var ég ekki með neitt bakland, þú veist, öll ætti mín, eða langflestir búa á Egilsstöðum, systir mín býr erlendis, þannig að ég var eiginlega bara svona jugglandi öllu, þú veist, sjálf og sonur minn hefur verið svolítið svona bara mjög mikil fyrirmynd fyrir mig, þú veist, ég vil svo mikið standa mig fyrir hann, þú veist, þannig hefur verið svolítið svona, aðstofum eiginlega bara svona í gegnum þetta finnst mér, þú veist, ég held að, en ég man ekki spurninguna. Nei, bara svona fjölskyldulífið og rekstur. Fjölskyldulífið og rekstur, en hann sem sagt hefur alltaf verið með mér, þú veist, bara, þú veist, hann hefur alltaf verið á lagernum og helgar þegar ég þarf að vinna, þá hann kemur bara með og í dag á ég mann og við höfum 3 ára stelpu líka saman og þú veist, þetta er ekkert öðruvísi, þú veist, þau eru bara með. Nei. Þú veist, ef það er eitthvað og þeim finnst æðislegt að vera á lagernum og fá að vera með. Já. Þú veist, samankorti sem heima eða í vinnunni eða eitthvað. En hvernig er þá svona vinnutíminn hjá þér? Ertu þá bara að vinna alla daga meira og minna? Nei, sko, núna í dag þá vinn ég bara, ég er að mæta svona 8:30, milli 8:30, 9 og svo er ég farin 4. En ég klukka mig ekkert út klukkan 4, þú veist, ég renna þá með síman á mér og svo fara börnin og svo klukkan 7:30, 8 og þá hefst yfirleitt einhver vinna, skilurðu. Já. Þú veist, jú, þú veist, ég var að vinna í morgun til dæmis, þú veist, áður ég mætti hinga, þú veist, maður er alltaf að, en þú veist, ég gæti alveg reynt að trúða þess inn á bara virka daga frá
en ég veit ekki að keppniskap í mann og vill alltaf vera. Já, náttúrulega líka að maður gera eitthvað sem manni finnst skemmtilegt. Plús það, þetta er náttúrulega líka bara áhugamál. Þannig að þú horfir í rauninni ekkert á þetta sem vinnu? Nei, alls ekki sko. Þetta er ógeðslega skemmtilegt, þetta er náttúrulega ógeðslega erfitt líka ofta tíðum sko. Já. Bara eins og allur rekstur þetta er ekkert alltaf bara eitthvað glimmerprump og regnbóar sko. Nei, einmitt. En hvernig þá svona rútínan hjá þér? Þú ert væntanlega ennþá að æfa líka með þessu og með fjölskyldulíf og annað. Hvernig þá bara svona venjulegu dagur eða venjuleg vika hjá þér? Sko, fyrir sumarfrí þá reyndi alltaf að mæta nokkur sem viku bara fyrir vinnu æfingu klukkan 6-7 og svo ég kom heim og þá voru bara krakkarnir að vakna ég vakti alla í húsinu kom þeim í skóla og leikskóla, mætti í vinnuna og kom síðan heim með krökkunum bara heimalærdómur og þetta venjulega heimilslíf krakkarnir sofa 7:30 og svo bara annarkvort Netflix eða eitthvað vinna eða eitthvað dunda sér heima. Já. Þetta er svona típisku dagur. Einmitt. En hvernig svona í rekstur núna, hver svona helstu áskornir sem stendur frammi fyrir? Helstu kannski verkefni sem þú væri að vinna í núna? Núna er til að sækja nýja viðskiptavini, eitthvað sem við höfum ekki verið með áður, við höfum rosa mikið með, tölurnar okkar segja það við höfum rosa mikið með sama fólki. Þannig að sækja nýja viðskiptavini er alltaf challenge. Þannig að ég myndi segja að það væri bæði núna og bara alltaf áskorun. En svo er náttúrulega líka bara með komu allra þessar samfélagsmiðla og allt þetta, hvernig ætlum við að representa okkur, hvernig viljum við vera, þetta er, já, eins og segi, það er fullt af áskorunum, þetta er bara listin endalaus. Hvernig ætlaði að standa út úr? Já, einmitt. Og af hverju ætti fólk að velja fitness, Já. Já, þannig að jú, það er alls konar áskorunir alls þar. En þú talar áðan og þú vilt alltaf vera sem sagt að læra, mikið að gera hlutun og læra þeim strax. Ert þú kannski, er einhver svona bækur eða einhver podcast sem að þú ert að hlusta og sækja þekkingu í varðandi reksturinn? Sko, já, ég hlusta rosalega mikið en það er ekkert eitthvað svona eitt sem ég hlusta á, meir en annað, mér finnst, ég vinn líka bara rosalega mikið svona, ég hlusta á svona, bara svona sjálfshjálparvídeó þannig, með Mel Robbins og eitthvað svona, en nei, maður náttúrulega hlusta á alls konar hljóðbækur og hlusta á alls konar viðtöl og podcast og svona, og allt hjálpar, að einhverju leyti að skiluru, en svo þarf maður bara að velja sér, hvað maður tekur úr hverju skiluru. Já, einmitt. En ég legg ógeðslega mikið upp úr því að vaksa sem einstaklingur, eða já, hvað maður orða það, setja vinnu í sjálfan mig, bæði líkamlega og andlega og þannig að ég sé í stakk búin til þess að takast á við þær áskorunum sem komast bæði í bara einkalífun og síðan í reksturinn. Já, einmitt. Þú getur ekki annars fyrir bara fyrirtækið undan þér, þú ert að vera sterkur einstaklingur til að stjórna þig. Já, algjörlega, og maður þarf að hugsa vel sjálfa sig, ef maður hugsar ekki vel sjálfa sig, þá getur maður ekki hugsað vel neitt sjálfur, Nei, það var ekkert í lagi. Einmitt. En þú nefndir Mel Robbins, ertu búin að lesa 5 sekundur úr bókina hennar? Nei, en ég hef heyrt hana, mig langar, ég verð að lesa hana. Já, ég hlusta ógeðslega mikið á hana, bara, já, mér finnst hún frábær, Einmitt. Ég myndi segja að það var eiginlega algjört must að lesa hana. Ok, ég seti á tútú. Það er flott. Hver svona markmiðin í dag með reksturinn sjálfum? Þú náttúrulega búin að vaksa gífulega mikið síðan þú byrjaðir. Hver svona áframhaldandi markmiðin? Hvar sérðu M-Fitness fyrir þér eftir nokkur ár? Mér langar að komast út fyrir landsteinana og við höfum alveg, við vorum byrjuð aðeins að vinna í því áður opnið búin á Akureyri í fyrra og svo þegar við tókum þessa skynda ákvörðun já maður minn að opna á Akureyri þá settum við það hold og það er alltaf svo erfitt að einbeita sér af mörgu í einu þannig að við settum allt okkar púður í að opna á Akureyri og svo keyptum við síðan fyrirtæki í mars á þessu ári fyrirtæki foreldra minna á Egilsstöðum. Já. Þannig að við höfum einhvern veginn svona ekki alveg náð að fókusera á þetta út úr landsteinana að fullum krafti en það kemur.
Það svona markmið, já. Það er markmið. Það er markmið, já. Já, einmitt. Þannig, en hvernig við fyrir að því hef ekki hugmyndum eins og allt annað sem hefur við komið sem rekstri og alltaf bara einhvern veginn við hefum alltaf fundið út úr þessu. Farið að stað, bara fundið svörun á leiðinni. Já, í rauninni sko. Einmitt. Það er náttúrulega góða við eins og interneti í dag að þú ert í rauninni ekkit menni landamæri. Getur náttúrulega bara verið með heimasíðu á netinu og verið að selja föt út um allan heim sko. Algjörlega, og heimurinn er bara svo lítill sko. Já. Já. Einmitt. Þannig að það er svona kannski stóra plani sem að þið eru að vinna að. Það er svona stóra markmið, en svo er náttúrulega hellinga litlu markmiðum, þú veist, svona innanlands, við getum gert helling innanlands, en það er svona draumamarkmið að komast erlendis og út fyrir landsteinuna, en það er náttúrulega, þarnast rosalega fjármuna, sko. Já. Er það þá lagerinn eða er það þá auglýsingarnar? Já, bara allt, sko, og þetta er náttúrulega bara gífurlegu kostnaður og bara það eitt og sér að markasetting stór annar staðar, þú veist, og þú þarf náttúrulega auka lager, þú veist, ætlar að opna búð, þú veist, hvernig. Einmitt. Þannig, já. Já, það var fróðlegt að fylgjast með því. Já, ég er mjög spennt, sko. Já, og það er ekkert sem segir að þið geti ekki gert það. Nei, það er allt sem segir okkur að við getum gert þetta. Já, einmitt. En hvað svona í rekstunum sjálfum, hvað eru svona mikilvægstu gildin sem að þú kannski svona tilengaðir? Hvað var þar fötin þá eða bara reksturinn almennt? Þú talar eins og áðan bara gífulega mikilvægt að það er alltaf með góða vöru fyrir viðskiptavinn, það sé góð upplifun, þannig kemur hann aftur, þá þarf þú að eyða minni pening til dæmis í markasetningu og annað. Já, það er náttúrulega það, og þú veist að líka varan endist vel, þú veist, það bara, fólk er að spá í því, skilur við úr hverju eru fötin, þú veist, hvernig endast þau, er þetta bara eitthvað sem ég kaupi og bara ónýtt eftir 2 þvotta, eða er þetta eitthvað sem ég á bara, þú veist, til dæmis þessu buxurnar okkar, við fáum alltaf komment, já, ég á bara fyrstu buxurnar, þú veist, það eru 7 ára gamlar, sko. Já, fólk á þær ennþá og það er það sem mér finnst svo gaman og það er það sem fólk er svo ánægt með. En svo líka bara, þú veist, þetta sé ekki overpriced, ef þetta er hvað ég meina, það er alltaf orðið dýrt á Íslandi, það er alltaf að hækka, en að, þú veist, að geta allir komið inn í M-Fitness og fundið sér einhverja vöru og það, ég er ekki að fara að taka handlegginn, ef þetta er hvað ég meina. Þú veist, að þú ert að fá góða vöru fyrir sanngjarnan pening. Þú veist, það er svona, og M-Fitness hefur alltaf verið þannig og mun alltaf vera þannig. Þú veist, við bjóðum alltaf okkar besta verð. Já, það er væntanlega svolítið krefjandi að geta boðið upp á það í landslæginu eins og markaðnir í dag. Já, auðvitað, og flutningskostnaði til landsins er náttúrulega bara líka ógeðslega hár. Þú veist, það er ekkert margt sem spila með manni, sko. Nei. En starfsmannakostnaður er ógeðslega hár, húsnæði er ógeðslega hátt. En við allavega gerum okkar besti í þessu. Já, hvað svona annað heldur en starfsmannakostnaðin er svona dýrast í rekstunum? Er það að liggja með vörn og lager, panta þær? Já, það er náttúrulega þetta kostar allt og lítið pluss lítið er ekki lengur lítið, sko. Já. En svo náttúrulega líka bara, þú veist, vöru þróun, hún náttúrulega kostar líka, þú veist, ef þú ert að koma með eitthvað vöru sem var ekki verið með áður, til dæmis svo bara þegar við vorum að koma í skónuna, þú veist, ég er búin að vera í nokkur ára að gera eitthvað skona skó. Já. Og þetta er alltaf bara gífurlegur kostnaður og sama eins og með úlpurnar, þú veist, þetta er bara, já, alltaf svona, þú veist, vöru þróun, hún kostar ógeðslega mikið. Já. Þannig að Ertu búin að vera þá nokkur ára að hanna skóna? Já. Í fyrstu pröfunar af skóm fékk ég fyrir, alltaf ekki svona 4 árum. 4 árum síðan? Já. Já, ok. Og við byrjum að koma með inniskó. Já. Og við erum fengið fullt af típum alls konar skóm og alls konar, en aldrei verið neitt, þú veist, nóg gott í rauninni, sko. Nei, einmitt. Þannig að núna erum við að vinna til dæmis í barnaskóm, búin að vera að vinna í þeim í svolítinn tíma, þeir eru ekki tilbúnir, veit ekkert hvenær eru tilbúnir. Nei. Þú veist, þannig að já, það er bara svona. Hvernig er þá þróun eins og til dæmis á skónum, ert þú þá bara að fá pröfur sendringa heim eða ert þú að fara út að pröfu eitthvað? Sko, ég fer alltaf, hef alltaf verið að fara til Þýskalands 1-2 ári og þá koma verksmiðjurnar þangað. Ég hef líka fyrir einu sinni til Kína. Til dæmis þess að Tyrklandsverksmiðjuna sem við erum með, við hittum hann alltaf í Þýskalandi. En jú, þetta er náttúrulega bara, fáum alltaf sent vikulega fullt af pröfum af alls konar fötum og skóm og sólum og reymum og efnum, þú veist, ég með, þú veist,
skrifstofan minn stút full af pröfum og ég alltaf að losa út bara alls konar. Fyllist alltaf allt og ég með heilan skápavegg af pröfum og þú veist, þetta bara allt yfirfyllt af efnispröfum og þú veist, bara, flæðandi. Já, þannig að þetta svolítið svona, það sem kannski mest í tímið þinn fer í dag að leita nýjungum og þróa nýja vörur. Já, og fylgjast með bara, þú veist, hvað koma nýtt, hvað að sjást á tískupöllunum, við náttúrulega horfum svolítið þangað líka þó svo sem íþróttafattamerki. Horfa á tískupallana út í heimi, þú veist, hvað að koma fyrir næsta ár, hvaða litir eru og svona. Já, hvernig þróunin þar. Þannig að, Já, en þetta sem þið að vinna með nokkru mismunandi verksmiðjum þá fyrir mismunandi búnað annars eða Já. Það verksmiðjur eru vanalega með eitthvað sérstöðu. Já. Þú veist, og við viljum ekki vinna með eitthvað verksmið sem kannski með sérstöðu í þessu fyrir eitthvað annað sem eru bara eitthvað svona semigóði, fattar við. Við viljum bara bestu verksmiðjum fyrir besta, fattar við. Já, til dæmis eins og nefnir skóna. Það bara sér. Já, hverju ertu að leitast eftir þar, kannski fyrir en almenna mann, hann kannski sér ekki munin? Bara, þú veist, reynsla, hvernig quality checkið, þú veist, hvernig verkferðlarnir eru hjá verksmiðinu, hvað eru búin að vera lengi, fyrir hverju það að framleiða, bara alls konar, sko. Já, en skotni sjálfur, hvað það sem skiptir svona miklu máli þar? Bara, þú veist, endingin, hvernig sólin kostnaðurinn líka, þú veist, það bara ótrúlega margt og líka bara hvernig samskiptin eru. Þú veist, hvernig, auðvitað skiptir líka máli hvernig, hvurslags verksmið þetta þú veist, hvernig aðbúnaður, Einmitt. Þannig að, það svo ógeðslega margt, bara listin endalaus, en við erum bara með góðar verksmiður. Þannig að, Og það tekur væntanlega svolítið tíma að finna þær og finna góða aðalega til þess að vinna með úti. Algjörlega, fyrsta verksmiðan var eiginlega bara, við vorum eiginlega bara rosa heppin. Við fengum fyrsta góða verksmiðan sem við höfum unnið með frá upp að við bara ótrúlega solid og við erum að framleiða ógeðslega mikið með henni en þann dag í dag. Svo hefur komið nýja verksmiðir inn og sumar komið á farið en flestar sem við höfum verið með bara frá fyrstu mánuðum árum, sko. Einmitt. Er eitthvað annað sem þú ert að horfa á, núna að koma skóna, er eitthvað aðra vörur svona sem að þú ert að spá í? Já, það alls konar, þú veist, við erum náttúrulega, þú veist, barnaskóna náttúrulega koma nýtt og svo erum við að skoða líka, barnaúlpur út í vatnað fyrir næstu 2 ár mögulega, hvort það verður síðan að veruleika veit ég ekki, það oft sem að færa eitthvað hugmynd og svo kannski á leiðinni fattar maður nei, þetta er kannski ekki rétt ákvörðun. En svo hefur náttúrulega líka verið síðustu 4 ár alltaf að auka meira inn í íþróttafélögin, við höfum verið með Hött til dæmis á Egilsstöðum, körfuboltafélagið, við gerum búninga fyrir þá, við erum búin að gera það í 4 ár og vorum ekki endurnýja 3 ára samning við þá og gerum við keppnisbúninga fyrir vestarflokkin sem eru Söpvei-deildinni og alla yngri flokka og þú veist, við erum að gera æfinga vesti sér fyrir þá sem bólir sem við æfa í og ef þau snúa bólinu vil þá er öðruvís á litin þannig að þegar þeir spila á móti ykkur öðrum þá eru allir í sama bólnum en þegar þeir skipta í lið þá bara snúa helmingurinn af liðinu bólnum sínum við þannig að við erum að gera fullt svona þessi fólk kannski ekki endilega veit af við gerum sjúkratösku og bóli fyrir þjálfara svona pólóbóli og allt sérmerkt bara fyrir Hött. Við höfum verið að gerðum í sumar fyrir motocross klúbb, barnaklúbb, motocross treyjur sem bara svona yfir brynjuna. Við höfum verið að gera fyrir blakfélög, svona smarri blakfélög, búninga sem bara sérmerktir, annað með nafn og númeri og okkur auglýsingum, bara hvernig sem þeir vilja hafa það. Núna hef ég verið að vinna með 5-leikafélagi og við erum að gera 5-leikabóli í fyrsta skipti. Sem ógeðslega gaman, ég kemur náttúrulega úr 5-leikam og þá þarf, þú veist, leggings og það þarf þjálfarapeysur og það þarf 5-leikabóli og það þarf æfingatöskur og það þarf ýmislegt. Við erum líka að vinna með einu skautafélagi sem er líka nýtt sem ég aldrei vita hvernig snið á skautabuxum eru til dæmis á konur. Það þurfa að vera þannig að það ná svona yfir skautana tegja svona yfir skautana. Við erum að vinna í því líka núna. Ég er alltaf í ykkur svona sætgiggum sem við kannski erum ekki að auglýsa en ég bara teka sér verkefni svona út að koma til mín við erum ekki að auglýsa og við erum að gera fyrir íþróttafélagið að hópa en ef fólk kemur til okkar þá
finnst mér bara gaman að taka svona sidekick. Já, þannig að þú með svolítið mikið af svona verkefni í gangi. Mjög, sko, og það alveg nokkri sem sem hafa svona sýnt þessu áhuga. Já. Glímufélag og eitthvað alls konar, mjög skemmtilegt. Einmitt. Já, mismunandi verkefni líka. En hvað myndir þú segja væri mikilvæg svona í fyrirtækjarekstri, bara rekstri almennt? Sko, þú veist, það sem maður heyrir allavega frá kunnunum okkar sem fólki finnst mikilvægt þjónustan. Þú veist, hvernig þjónust ert að fá eða þú sendir ykkur fyrirspurn og fáir gott og fljótt svar. Já, ég held að það sé svona, þú veist, allavega þegar maður horfir svona til kunnans og hvað kunnin hefur, þú veist, sagt okkur. En, þú veist, hvað var það reksturinn svona innanhús, þú veist, ég veit það ekki bara, þú veist, ég veit það ekki eins og það bara gera sitt besta, skilurðu. Já. Og vonaði besta síðan. Já, ég hef alltaf trúið því að maður uppskerir eins og maður sáir. Þannig að ef þú ert með gott heimi í rekstrinum, þú veist, fólk sem með þér í liði og það að leggja á sig og þú ert að leggja á þig. Já. Og þá bara mjög ólíklegt að skipi sökku eða skilur við að hlutinni gangi illa, þú veist, svo lengi sem allir að gera eins og vel og geta hverju sinni. Einmitt. En hvernig væri svona fyrir kannski einhvern sem að hlusta á hana þátt núna og kannski hefur á að stofna sitt eigið fyrirtæki eða vera með fatalínu? Hvað svona ráðleggingar myndið þú hafa fyrir þann aðila? Hvernig það nætti að byrja? Hvað væri svona fyrsta skrefi? Ef hann bara byrja með rekstur, bara yfir höfuð eða? Já, bara hann kannski bara með einhverju hugmyndir sem þú varst með hugmyndum að fara á stað með fatalínu þegar þú varst einkaþjálfari og fer svo á stað með það? Sko, ég myndi klárlega að segja hann bara go for it og bara taka litlar áhættur til þess að byrja með, þú veist, ekki vera að fara og risa lán og setja ykkur rosa peninga í eitthvað sem þú veist ekki hvernig endilega gert, bara byrja smátt og frekar auka jafnt og þétt, eða það allavega var það sem virkaði fyrir mig. Þá maður líka, þú veist, svona meira hvað sem ég var svo passasum á hvert fjármagni var að fara og það virkaði vel fyrir mig. En svo bara, þú veist, maður þarf að hafa það hugfast að, þú veist, maður þarf að fórna rosalega miklu til þess að fá, fattarðu? Já. Þú veist að, ég held að það kannski svona sé eitt það sem fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir, þú veist, það sér bara uppskeruna, en það veit ekki að, þú veist, ég hitt ekki vini mína, þú veist, 5 árin, eða skilurðu? Já, sér ekki vinnuna bakvið. Nei, þú veist, fólk gerir sér enga veginn grein fyrir hversu margir klukkutímar, hversu margir hausorkar og hversu margir, þú veist, já, meltdown maður hefur haft, þú veist, yfir bara alls konar óheppum og þú veist, maður þarf að vera tilbúin að leggja rosalega mikið á sig og fórna líka, þú veist, að maður getur ekki gert allt og allavega að byrja með rekstur svona frá grunni og stofna eitthvað svona alveg frá grunni. Þú veist, ég hef aldrei getað þetta nema ég var bara með 110% aðteklana bara á þessu. Já. Þannig að, já. Maður þarf að þola mikið stress og mikið álag, mikið óvissa sem fylgir þessu líka. Já. Alls konar hluti sem kom upp. Algjörlega, og en þú veist, ef fólk tilbúið að leggja á sig þá bara 100% mæli með að láta vaða, sko. Ég meina, þú veist ekki nema að prófa. Nei. Þannig, það alveg rétt. Fara bara á stað. Já, bara fara á stað, ég meina, svo hugsa ég líka stundum, þú veist, hvað það versta sem getur gerst, fattarðu? Það svo slæmt, fattarðu? Þú veist, eins og þegar ég byrjaði með alveg í blábyrjun með þessar 2 leggingsbuxur á topp eða 1,5 buxur langar mig að segja þú veist, ég held að þetta hafi kostað eitthvað, fyrsta pöntun hafi kostað eitthvað 260.000. Það var ógeðslega mikil peningur fyrir mig sem ég átti ekki krónu, sko. Já. Fattarðu? Þú veist, í dag það náttúrulega bara engin peningur eða skilurðu, þú veist, fyrir mig veist, þetta svo lítil pöntun, fattarðu? Já, í samhenginu. Já, ég átti, sko, ég var gjörsamlega brók, þú veist, ég átti engan pening og sé bara leigja, bara einsta, ekki með neina menntun, þú veist, og þetta bara svakalega á því, bara shit, ef þetta klúðrast, þá ég bara, ég 0 krónur, þú veist, þannig að, já, en, já, bara, ég bara fegin samt að ég, let vaða og ég vil hvetja fólki að láta vaða ef þeim langar að gera eitthvað svona sjálft, þó svo sé ekki nema, þú veist,
helgar að vinna í þessu, þú veist, að vera í vinnu samhliða eins og ég gerði, eða hvernig sem er. Já, það er alltaf virkilega vel gert. Já, takk. En hvernig sérðu svona sjálfa þig eftir 5 ár? Hverju viltu hafa lokið? Einhver verkefni sem þú myndi vilja hafa klárað fyrir þann tíma? Sko, þú veist, það væri ógeðslega næs að byrja að selja. Við höfum einu sinni selt út á landi þá til Noregs, en það væri ógeðslega geðvegt að vera bara búin að selja meira fötum út á landi. Það væri, þú veist, innan 5 ára, ég held að það sé alveg raunhæft, sko. Það markmið. Það væri gott markmið, sko. Já, hvað er það þá sem að myndi mögulega geta stoppað þig í því? Ætli að sé ekki, þú veist, að sé ekki nóg mikil peningu til, eða sko, já, ég veit ekki, það getur náttúrulega, ég myndi ekki segja þú veist, ég er tilbúin að leggja þetta á mig, en hvort að ég muni hafa kunnáttuna og peningana til þess veit ég ekki. Já. En það verður bara að sjá, við verðum bara að sjá. Það er ekki bara að fá rétta fólki með þér í lið og... Ætli það ekki. Já. Þannig að, en það er allt hægt, sko, við erum M-Fitness geggja brand og með geggja vörur, þannig að það er ekkert í fyrirstöðu, við getum ekki nátt styrluðum árangri í öðrum löndum, sko. Nei. Þannig að, Þeir náttúrulega líka komið með rosalega gott svona proof of concept á Íslandi. Já. Sem náttúrulega bara góð markaði til að fara á stað og sjá hvernig hlutinni virka og setja þetta upp svoleiðis og svo bara fara með þetta ellendi, sko. Það er rauninni bara þið eða þú sem að stoppa ykkur þar, sko, getur verið fyrir ykkur, sko. Einmitt. Já, svo vill maður heldur ekki vera, þú veist, einbeitt sér og mörgum hluti með einu. Já, ég er allavega þannig að, þú veist, ég vil, þú veist, eins og núna, þú veist, bara einbeita mér að því sem við erum með, þú veist, við erum með 2 búðir og síðan reksturinn sem við keyptum bara þessu ári sem foreldrar mínir áttu. Já. Og þetta ár hefur farið svolítið bara í einbeita sér að því, þú veist, taka til þar, skoða þann rekstur, hvað við getum gert betur þar, en svona þegar það verður allt komið, þú veist, sem verður bara innan nokkra mánaða, gerir ráð fyrir, þá er að fara að snúa sér að eitthvað öðru verkefni. Er maðurinn hér, hann líka að vinna með þér sem sagt? Já, sko. Að þið vinnið saman? Já, ég sko, bý á Egilsstöðum þegar við kynnumst og við kynntumst á Tinder. Já, svoleiðis. og hann er sem sagt viðskiptalögfræðingur og vann þá hjá KPMG og vann síðan líka hjá skattinum og þannig hann er mjög klár í öllu svona, þú veist, viðskipta tengdu, hefur hjálpað fyrirtækjum við alls konar, þannig að það, ég svo eiginlega bara dætti lukkupottin þar, en þegar við sem sagt erum að byrja að kynnast og erum bara svona fyrstu vinir, ég ætlaði mér ekkert í samband með hann, sko, þegar við sem sagt erum vinir, við vorum bara svona góðir netvinir, þá sagði ég honum frá hvað ég var að fara að gera, að mér ætlaði mér að byrja með M-Fitness fatalínuna og hún varst alveg galið, hann bara gleymdi þessu eins og allir aðrir, skilur við, foreldrar mín voru bara já, þú veist, in your dreams, eða fattar við, þú veist, þá var náttúrulega engin að þessu. Nei. Og en já, ég bara fegin að ég lita ekki stoppa mig. Já, hvað heldur að við orðið til þess að þú hefur ekki hlustað á þig? Ég veit það ekki, ég er einhvern veginn svona, þú veist, hef alltaf verið svolítið bara svona sjálfstæð eða þannig og ég hef óbilaslega trú á sjálfur mér bara, og ég vil þakka íþróttunum fyrir það, þú veist, þjálfurunum sem maður hefur haft, þú veist, að já, bara svona vinna sem á sér stað á æfingum sem færði ekki, þú veist, í skólanum eða einhver stóri vinnumarkaðan, þú veist, bara hugafarið. Já, ég veit ekki, ég get tala svo mikið um íþróttunum, mér finnst það svo magna, mér finnst bara eitthvað öll börn ættu að vera skyldu til þess að vera í íþróttum, því maður lærir svo mikið þar sem maður lærir ekki annars staðar. Nema þú virkilega leggir inn vinnu eða lesa bækur eða eitthvað svona. Þú lærir mikið á sjálfa þig? Bara svakalega mikið. En svo, já, með manni minn þegar það sem við vorum að tala um hann áðan, hann sem sagt vann, já, sem viðskiptalögfræðingur og svo flytti ég í bæinn og hann búsettur í bænum og hann vann bara sem lögfræðingur en var alltaf að hjálpa mér svona við alls konar málsamninga og annað. En svo það bara svona 2-3 ár, þá hættir hann í sinni vinnu því að M-Fitness voru svo mikið, þú veist, að ég gat bara ekkert séð þetta allt einn. Já. Þannig að við höfum verið
alveg bara 100% í þessu saman eða 150% í þessu saman. Já, og hvernig svona verkefnaskiptingin þá ykkar á milli? Hann sér hvað ég segja, bara svona starfsmannamál og ráðareka, sjáum að allt fungeri, allt tölvudót, þú veist, svona tæknimál, ef það gera eitthvað á heimasíðu eða eitthvað svona. Svo sé ég í rauninni svona mest megnis í vöru þróun og fjármálum. Já. Og svona byrðastöðunni og þannig. Og svo erum við bara með frábært starfsfólk sem hefur unnið hjá okkur lengi, sem bara orðið bara svona eiginlega eitt af okkur eða skilur sem getur gengið í hvaða verk sem æfattaru. Já, einmitt. Þannig að þið eru búin að byggja upp gott heimi. Já, algjörlega sko. Og það bara ekki hægt að setja vermi á það sko. Við erum með gott starfsfólk. Einmitt, og það heldur ekki gefið. Nei, guð minn góður, alls ekki. Þannig að við erum mjög þakklátt. Hvaða sölukerfi er að nota? Er að nota Shopify? Já. Já, það tengist bara við bókhaldskerfi hjá okkur. Já. Þannig að þetta er allt bara mjög þægilegt. Þetta er mjög þægilegt og blessunlega þá fyrsta heimasíðan sem við settum upp, þá setti maðurinn minn hana upp sko. Og við settum strax upp Shopify síðu sem ég er mjög fegin og það ég prófa WooCommerce og eitthvað svona fyrir annað fyrirtæki sem ég átti. Já. Og þetta er bara miklu þægilegra sko. Þægilegra og einfaldara. Já. Myndi ráðleika öllum sem að byrja með eitthvað svona verslun allavega að fara að setja upp Shopify síðu sko. Já, einmitt. Ein svona spurning í lokin á samtalinu hjá okkur. Var það alltaf, þú veist, þá horfir á það sem þú er búin að vera að gera, það byrjar í íþróttum og verður svo einkaþjálfari og ert náttúrulega í íþróttum þar og stofnaði þetta í fatamerki. Var það alltaf drauminn hjá að vera í einhvers konar rekstri eða var það alltaf drauminn hjá að vera með fatamerki? Það var bara að vera með fyrirtæki. Þú veist, ég hef alltaf sagt að ég mun stofna fyrirtæki og ég veit ekki af hverju, kannski afi minn stofnaði verkstæði, þú veist, mamma opnaði verkstæði, bróði mömmu átti eitthvað byggingar svona fyrirtæki í Njarðvík og þú veist, hinn bróði mömmu átti búin að reka veitingastæði mörg ár, þú veist, það er rekstur bara hvert sem ég lít. Kannski það svona sem kannski hefur haft eitthvað skonar áhrif á mig, ég veit það ekki, en mér finnst þetta líka bara vera involvur reksturinn með mömmu, mér fannst þetta alltaf rosalega gaman, ég var ekkert viss hvort að mér fannst það endilega gaman út að það voru föt þar, eða hvort það var bara reksturinn. Já, að vera að gera eitthvað. Já, þú veist, og en það er alltaf bara geðvegt, þú veist, M-Fitness varði í rauninni bara til út af bara samtvinna áhuga á rekstri og fötum og síðan íþróttunum. Já, þannig já. Það búið að vera mjög góð þróun á þessu. Já, ég held það. Það er náttúrulega bara líka náskilt og svo náttúrulega líka bara frábært eins og fyrir þig að vera með fyrirmyndir í rekstri úr fjölskyldunni. Já, algjörlega sko. Það er bara, já, ég held að vera með foreldra, þú veist, eins og ég fekk alls upp með foreldra mín, þú veist, foreldra sem vinna ógeðslega mikið og leggja mikið á sig, þú veist, það er bara ómetanlegt, eða skilurðu. Maður náttúrulega lítur upp til foreldra sína og lítur upp til þjálfarana sína og það er bara mjög mikilvægt að börn hafi góða fyrirmyndir því að það er mjög líklegt að börn api upp eftir þeim sem þeir líta upp til. Einmitt. Og það gerði ég sko. Vilja líkjast þeim. Já, bara mjög mikið sko. Já. Það er glæsilegt, þá bara María, takk fyrir að gefa þér tíma og koma í podcastið til mín. Já, bara takk fyrir að hafa mig. Og það verður gaman að fylgjast með þér á næstu árum. Já, takk fyrir. Þú færið útrás. Já, vonum það. Glæsilegt, takk fyrir. Takk. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.